þessa miklu og vösku sveit sem fórnar bæði tíma og fjármagni til að mæta hér í dag. Við komum á flokksþing vegna þess að þetta er erindi við íslenskt samfélag. Við viljum hafa áhrif á hvernig brýn verkefni samtímis eru leyst og tryggja komandi kynslóðum gott líf í þessu landi. Ég vil þakka ykkur sérstaklega fyrir það. Umboð okkar sem verðum í framboði í komandi kosningum er frá ykkur komið og án ykkar næst enginn á okkur. Eitt meginverkefni okkar á næsta kjörtímabili verður að leggja fram raunhæfar tillögur hvernig leysa megi eða létta mjög vanda þeirra sem í fjöldum skulda og vonleysis. Það verður ekki létt verk. Það skal verða okkar meginmál. Það er lof. Framsóknarflokkurinn getur alls ekki unað því að stórir hópar í samfélaginu búi við þessi ömurlegu skilyrði. Það er aðalmálefni komandi kosninga og mikilvægasta úrlausnarefni næsta kjörtímabils. Ríkisstjórnin hefur brugðist þessu fólki. Það munum við ekki gera. Það er skylda okkar að horfa ávallt til framtíðar. Það var ekki það síst trúin á að samstaða og samvinna væri forsenda framfara fyrir alla sem veit. Þess vegna er okkur Íslendingum svo umhugað að aðrar þjóðir fá að nýta eigin tækifæri sem frestum að stjórna á konungum sem ríktu yfir milljónum manna til að trúa því að ekkert geti breyst eða allt verði áfram nokkurn veginn eins og það er. Saga Íslands, samfélag þar sem enginn á að þurfa að lífa stolt. Við fullnaða sigur í æsendinni hafa menn haldið því fram að eftirgjöf í því máli hafi einungis komið til vegna nauðungar. Þess vegna blasir það við að ef við tökum höndum saman að stefna einbeitt til framsóknar og framfara munu vonir okkar að 21. öldin veiti okkur réttlátara og farsælla samfélag rætast. Sagan sýnir okkur að ef við trúum á okkur sjálf, þjóðina og landið eru okkur allir veginn færir. Það er hlutverk okkar að vísa veginn að þessu Íslandi framtíðarinnar viljir allt sem þarf. Kosningarnar næstu verða í vorbyrjun. Megi vorboðin ljúfi verða ríkisstjórn með nýjar áherslur. Ríkisstjórn með kjark og þor, ríkisstjórn með réttlætað leiðarljósi. Kæru vinir, megi vorið marka birtingu nýrrar vonar og upphafið að framsókn á öllum sviðum íslensks mannlífs. Framsókn fyrir heimilin, framsókn fyrir atvinnulífið, framsókn fyrir Ísland.